Í vísu 17 þar heldur sköpunin áfram og það var búið að skapa dvergana og núna er komið að því að dvergarnir þeir smíða mannlíkneski úr tré, Ask og Emblu. En síðan koma hérna Óðinn, Hænir og Lóður og þeir finna þessi tré sem eru rekin að landi og þeir láta þessi tré lifna við og skapa úr því fyrsta fólkið sem heita Askur og Embla. Það minnir á sköpunarsöguna kannski úr Biblíunni sem Adam og Eva. Hér er Askur og Embla. Uns 3 komu úr því liði, öflugir og ástugir, ásturíkir, æsir að húsi og þeir fundu á landi lítt megandi, þau gátu lítið, þau voru alveg máttvana, Ask og Emblu örlagalausa. Og hér er sagt frá því hvernig ástandið á Ask og Emblu voru. Önd þau né áttu, við munum að þetta né þýddi ekki, þau höfðu ekki andardrátt, og þau né höfðu, þau höfðu ekki sál, lá né læti, þau höfðu hvorki blóð né rödd, né litu góða, voru ekki með gott litarhaft eða með gott útlit. Og svo kemur að því að Óðinn, hann gefur þeim andardráttinn, Hænir gefur þeim Óðinn eða sálina og Lóður gefur þeim lá og litu, þess að blóð og gott yfirbragð. Þarna er búið að skapa fyrsta fólkið. Og þá er komið að Aski Yggdrasils. Og völvan segir: Ask veit ég standa, heitir Yggdrasill. Þetta er allt auðskiljanlegt. Hár baðmur og baðmur þýðir tré, ausinn hvítum auri og því sem að munið til Snorra-Eddu þá munið til því að nornirnar þær, örlanornir þær jusu hvítri leðju yfir askinn úr urðarbrunni. Þaðan koma döggvar, þær eru í dali falla og þarna frá þessum aski þar fellur niður döggin og hann stendur alltaf yfir grænn urðarbrunni. Askurinn stendur þarna ávallt grænn yfir urðarbrunninum. Og hér kemur meira sem að þið munið eftir úr Snorra-Eddu. Þaðan koma meyjar, margsvitandi, 3 úr þeim sæ eru tollstendur. Þaðan koma 3 margsvitandi meyjar úr þeim sæ sem að stendur undir, úr þeim sæ, það er að segja úr þeim urðarbrunni, stendur undir trénu. Og urð hétu eina, æsirnir þeir kölluðu eina urð, ein hét urður, aðra verðandi og skuld hina 3. Þannig urður, verðandi og skuld. Örlaganornirnar sem segja fyrir fortíð, nútíð og framtíð. Og örlaganornirnar skáru á skíði, skáru mönnum örlög, rúnir, ristu rúnir á fjalir og þar lögðu örlögin, þar kusu alda börnum örlög seggja, þær kusu börnum mannanna ákveðin örlög. Þessar konur urðu verðandi og skuld að þær höfðu það hlutverk að ákveða örlög og líf mannanna. Hér erum við komin í 21. vísu og núna hefst annar hluti kvæðisins. Og alltaf búið að vera gott og fínt og þeir teldu í túni og voru teitir, en núna er komið brestir í þetta fyrirmyndar samfélag ást.
Og þarna fyrsta vígið og munið þarna verða ákveðin skil og völvan segir: það man hún fólk víg fyrst í heimi, og víg dráp. Gullveigu geirum studdu, og geir því spjót, og styðja einhvern með geirum því reka spjót í einhvern. Í höll Hárs, í höll Óðins. Hana brenndu, þrisvar brenndu, og þrisvar voru hún fædd. Oft, ósjaldan, þó hún enn lifir. Þarna kemur gullveig og hún svona nokkurs konar persónuleg gerving fyrir kraft gullsins og kraft græðginnar. Og eins og við vitum þá erfitt að hemja og drepa niður græðgina, hún sprettur alltaf upp aftur og sömuleiðis að þá reyna æsirnir að drepa hana, en gullveig lifnar alltaf aftur við. Græðgin komin til að vera. Og æsirnir nefna gullveigu Heiði. Heiði hana hétu. Og hétu að heita kölluð hana Æsheiði. Hvar hún til húsa kom? Og nú komið að því að goðin þau ráða ráðum sínum. Þau reyna að koma sér saman hvernig að bregðast við þessum skaða sem gullveig hefur valdið. Á að fara að reyna að leita bóta hjá þeim það sem hún komin, eða á að þola skaðann bótalaust. Þá gengur regin öll á rökstóla. Þá gengur goðin öll á rökstóla. Heilög goð, aftur þetta herðandi forskeyti, mjög heilög goð. Og það gættust hvort æsir skyldu afráð gjalda afráðir að verða fyrir einhverju tjóni, eða skyldu goðin öll gildi eiga, eða hvort að goðin skyldu leita bóta. Og hér segir frá upphafi orrustu milli Ása og Vana. Óðinn kastar fyrsta spjótinu í her Vana. Þá ráðast þeir inn fyrir borgarvegginn sem liggur umhverfis borg Ásanna. Þarna kominn ófriður. Gullveig búin að ná markmiði sínu. Og Vanir eru goð eins og æsir, en þetta önnur ætt. Og það virðist vera að æsirnir hafi heimtað bætur frá vönum, bætur fyrir skaðann sem að gullveig olli, en að Vanir hafi neitað að borga. Þetta svona frekar óljóst og ekki alveg ljóst hvernig samband gullveig við Vani hefur verið, en það sem þurfum að skoða hér fyrsta orrustan. Fleygði Óðinn og í fólk skaut. Það var enn fólkvíg fyrst í heimi. Brotið var borðveggur. Borgarveggurinn brotnar. Knáttu Vanir vígsbá, völlu sporna. Vanirnir fóru yfir vígvellina með ófriðargaldri með vígsbá. Og enn á ný, þá ákveðið að funda. Æsirnir setjast niður á rökstóla og hér tilefnið að æsirnir höfðu lofað smíðað að endurreisa borgarmúrinn umhverfis borg Ásanna. Hér munum við söguna borgarstínum og snarrætur. Smiður þessi var jötur í dulargervi og honum var lofað Freyju, sól og mána gegn því hann endurreisti vegginn umhverfis Ásgarð. Og æsirnir þeir gáfu jötnum einn vetur til að klára verkið og þeir trúðu því hann
myndi ekki ljúka því á tilsettum tíma, en eins og við munum úr Snorra-Eddu að þá var hann með hest með sér, Svaðilfara, sér til hjálpar og hesturinn hann ber í hann efnið og smiðurinn virtist ætla að ná þessu innan tíma. Og þá gengur raugin öll á rökstóla, kinnheilög goð, og það gættust ráðgust hverjir hefðu loftall lævi blandið, eða ætt jötuns óðs meðgefna. Þeir ráðguðumst það, hverjir hefðu komið svikum inn í málið og hver hefði gert þennan samning við borgarsmiðum að gefa Freyju, það er að segja Óðs mey, konu Óðs, Freyja var kona Óðs, hver hefði gengið þessum samningum við smiðinn þannig að hann myndi fá Freyju, sól og mána. Og þetta var engin annar en Loki. Við þekkjum hvernig þetta fór þarna í Snorra-Eddu, að æsirnir þeir heimtu að Loki fyndi einhver ráð til þess að koma í veg fyrir að jötunin, ekki jötunin, borgarsmiðurinn bara fengi þessi laun, og Loki hann breytti sér í meri sem lokkaði Svaðilfara út í skóginn, og smiðurinn náði ekki að ljúka verkinu og það rann á hann jötun móður, hann var brjálaður, og þá sá menn var borgarsmiðurinn var jötun í dulagerfi. Nú Þór var kallaður til með hamarinn og hann drap jötuninn. Frá því er sagt í næstu vísu. Þór einn þar vó, þrunginn móði, vega vó vegið. Þarna kemur Þór í baráttu hug, og það er sagt að hann sjaldan situr hann slíktum fregnar. Hann er sjaldan rólegur þegar hann heyrir að sé einhver jötun komin nánast inn fyrir borgarhliðið í Ásgarði. Ágengust eiðar, orð og særi, og þarna eru loforð svikin. Eiðar voru sviknir, eiðar voru rofnir. Orð og særi, mál öll meginleg á meðal fóru. Öll mikilvæg mál sem þarna var samið eru svikin. Því að auðvitað voru þetta ekkert annað en svik við borgarsmiðinn, og jötuninn var nú ekki sáttur við þetta, en Þór tókst samt að drepa á honum, eins og við lásum í kynningu. Og þarna þurfum við að muna að þarna gerast æsir eiðrofar, þeir svíkja loforð, mjög alvarlegt brot. Eiðar, orð, særi, mál, þessi orð eru endurtekin í vísunni og eru að leggja áherslu á hversu alvarlegur atburður þetta er. Það eru kominir 2 höfuðglæpir, ekki bara 1. Munum að fyrsti glæpurinn var drápi á Gullveigu, sem aldrei deyr, þó eins og við vitum okkar ekki, hún deyr aldrei. Og hitt var að svíkja samningana við borgarsmiðinn. Og svo var það að það var hafið stríð gegn Vönum, Fólkvíg fyrst í heimi. Hérna erum við búin að fjalla svona stór atburði, og ég setti nú bara þarna svona til að þetta sæist að það var einhver heimildir á bakvið þetta sem við erum að lesa. Fínar glósur hjá honum Sveini í Flensborgarskóla. Og svo að sjálfsögðu bókin Ormurinn langi, sem allir náttúrulega eru með við höndina.